Herðu, þá það pólitíkin. Hann kominn hingað Helgi Ás Gretarsson, borgarfulltrúi Miðflokksins. Miðflokkurinn á allinu borgarfulltrúa. Já, þakka fyrir Gunnar og takk fyrir að bjóða mér. Ég reyndar fyrsti varaborgarfulltrúi, þannig að ég ekki aðalborgarfulltrúi. Þú kennst ekki inn. Hvað gerir þá? Það þannig, held ég á eftir reyndar að fá það alveg útskýrt út í þaula, en sem sagt, ég tilkynnti þetta þriðjudaginn 20. janúar að ég væri að svissa úr Sjálfstæðisflokknum í Miðflokkinn. Og þann dag var borgarstjórnarfundur og þá gátu fyrrverandi félagar mínir í Sjálfstæðisflokknum brugðist við tíðindunum og til dæmis þá og þeir ákváðu náttúrulega síðan að gera það sem ég átti vona á að ég fór úr nefndum, skóla- og frístundaráði annars vegar og velferðaráði hins vegar. Ég var einnig varamaður í stjórn félagsbústaða, þannig að það þá aðrir sem að skipa þessi sæti. En samkvæmt lögunum, kosningalögum, þá, af því þetta náttúrulega ekki fyrsta skipti sem eitthvað svona gerist í íslenskum stjórnmálum, að kjörbréf einstaklings bundið við hann. Þannig að hann hefur alltaf, af því að það náttúrulega líka fylgi við persónur, ekki bara við flokka. Listanir eru kosnir. Já, fólki á listanum. Já, og fólki á listanum. Þannig að meginreglan í kosningalögum að í þessum tilvikum þá heldur viðkomandi stöðu sinni. Þannig ég ennþá í skilningi laga fyrsti varaborgarfulltrúi. Já, það aðeins flóknara varðandi það. Ef þú værir bara borgarfulltrúi, það bara, þá þetta einfalt að þá myndir þú sitja áfram í borgarstjórn. En varaborgarfulltrúar sem eitthvað einn á flokk, ekki? Já, jú, þeir hafa verið á svona hlutfallslegum launum. Jú, það er rétt. Og það alveg klárt að það fylgir þér eða það sem að flokkurinn deilir út? Eða? Nei, ég reikna með af því að megin persónulega staða breytist ekki. Ég held að það sé svoleiðis. Þú heldur áfram. Já, en þú ert út í yngri nefnd. Þú ferð aldrei í borgarstjórnarfund. Þú ert ekki borgarráði? Jú, þetta eitthvað sem ég á eftir að bara fá útkláð með fundi á morgun, föstudaginn, með lögfræðingi. En ég lít á lögin þannig að til dæmis ef einhver fulltrúi Sjálfstæðisflokksins forfallast á fund borgarstjórnar, þá eigi ég rétt á að taka sæti á fundunum. En þetta bara verkefni, úrlausnarefni vegna þess að þessi ákvörðun, hún tekin, það náttúrulega, hún ekki tekin svona létt, þetta mjög erfið ákvörðun fyrir mig. Og ég hef hugleitt hana í langan tíma og þannig að þetta ekkert nýtilkomið að ég hafi velt þessu möguleika fyrir mér og það var mitt mat að það væri skynsamlegast að gera það á þessum tímapunkti vegna þess að ég vil vinna að ákveðnum gildum í borgarstjórn Reykjavíkur. Og ég vil gjarnan vinna því að koma samfylkingunni og flokkun sem að þeir hafa unnið með í gegnum tíðina í meirihluta í borgarstjórn frá. Mér finnst mjög mikilvægt að það sé önnur ásýnd í meirihluta borgarstjórnar og það sé unnið að því markvisst að taka til í rekstri borgarinnar. Þetta hefur verið skoðun mín mjög lengi. Þú gerir það ekki án Sjálfstæðisflokksins? Já, ég sé ekkert að því að það komi vel til greina að Miðflokkurinn og Sjálfstæðisflokkurinn vinni saman. Hvað máli skiptir þá hvorum megin þú ert í því? Ef það megin markmið að koma samfylkingunni frá? Ég tel einfaldlega að það sé skýrara fyrir hvað Miðflokkurinn muni standa í komandi borgarstjórnarkosningum og þannig að ég náttúrulega útskýri það í yfirlýsingu hver ástæðan fyrir þessu væri og svona nýlegir atvik hafa líka leitt í ljós að ég bara taldi þetta að vera skynsamlegustu niðurstöðuna en eina sem ég að segja ég tel það allavega það mín skoðun innan Miðflokksins að það sé mikilvægt að koma samfylkingunni frá völdum og það sé hægt að grípa til ráðstafana til þess að bæta rekstur Reykjavíkurborgar, bæta grunnþjónustuna við borgarina og bæta borgina.
Og lækka skatta líklega í leiðinni eða? Ég held að til dæmis það mín skoðun að fjármálin séu þess eðlis að það sé langtímaverkefni. Allar svona breytingar og rekstri borgarar munu taka tíma. Það þarf að ná tökum á ákveðnum grundvallar þáttum sem dæmi að lántaka sé í aðalatriðum ekki hærri en tekjurnar, þannig að það sé ekki alltaf að vera auka skuldir. Það þarf að reyna að stoppa skuldasöfnunina og það flókið verk, það ekkert einfalt og það þýðir að það þarf að breyta aðeins það þarf að breyta rekstrarmódelinu sérstaklega í A-hluta Reykjavíkurborgar og það sem þessi þjónusta við samfélagið, ekki eins og fyrirtæki eins og Orkuveitu Reykjavíkur og félagsbústaður og svo framvegis. Og hvað það sem að þú vilt höggva í burtu þar? Ég tel til dæmis stafræn vegferð borgarinn hafa kostað mjög mikið. Ég tel ýmislegt leiðir hún ekki alltaf til kenningin eins og það leiðir alltaf til sparnaðar? Staðland Ísland Ég þeirra skoðunar að miklu fé skattgreiðenda hafi verið eitt í óþarfa í þeirri vegferð. Það skynsamlegt að fjárfesta í stafrænum innviðum. Það hægt að gera það í samstarfi við opinbera aðila. Það þarf ekki vera eitt svona eitthvað sérstök tölvufyrirtæki á vegum borgarinnar að þróa nýja leiðir og þess aftar. Það hlýtur mín skoðun að hægt að finna hagkvæmir leiðir. Það mín pólitíska afstaða. Þetta bara eitt dæmi. Það mikið af tilhneiging að ráða í svona miðlægar stöður, miðlæga stjórnsýslu. Það hefur verið mín skoðun að það fjármagni frekar að fara í grunnlínustörf. Við getum svo sem rætt ýmis dæmi það en bara eitt dæmi að til þess að bregðast við ákveðnum atvikum sem að komu í ágúst í ákveðnum leikskóla í borginni að þá í framhaldinu út af mögulega komið veg fyrir að starfsmenn brjóti af sig gagnvart börnum og þess aftar að þá niðurstaðan svo að það eyða eitthvað í kringum 130 milljónir króna á ári að fjölga mannus sérfræðingum og fleiri starfsfólki á miðlægri stjórnsýslu. Ég tel að það sé skynsamlegra að verja kröftum og orku að því að bæta aðstæður fólks sem að vinna á plani, starfsmenn á plani og að þeir sem eru yfirmenn á tilteknum starfsstöðum, hvort sem í leikskóla, grunnskóla og svo framvegis, að þeir hafi svigrúm í sínu starfi að sinna starfsemi eins kostur er. Það þarf ekki háskólagengna sérfræðinga endalaust í miðlægri stjórnsýslu til þess að sinna verkefnum af þessum toga. En þetta ekki svona störf sem stjórnendum til stuðnings að þeir geti leita til þessara starfsmanna til þess að skoða einhver mál sem að kannski erfitt að sjá í erli dagsins? Krefst sérhæfingar sem ekki að ætlast til þess að hver... Jú, en sem sagt gagnrýnin hér almennt séð á reksturborgarinn, það sé of mikið það. Þú þarft ekki að hafa þetta svona flókið. Það mín afstaða. Það til dæmis mikið af upplýsingafulltrúum sem eru mjög víða í borgarkerfinu. Svo það annað sem að því þú ert að spyrja mig hvað vil ég sjá fyrir mér í að breyta rekstrinum. Ég til dæmis lagt á mig mjög mikla vinnu á þessu kjörtímabili að skoða verklegar framkvæmdir borgarinnar, sérstaklega á skóla- og frístundasviði. Og mér finnst oft á tíðum ótrúlegt að sé ekki hægt að sjá betur verklega framkvæmdir á vegum borgarinnar. Að það allt of mörg verkefni sem taka allt of langan tíma og kosta allt of mikið og starfsemi sem viðkvæm. Tökum sem dæmi Fossvogsskóli sem komið pælt í fyrst 2019. Á verðlagi hvers ásaldi þetta sé komið næst í 4,5 milljarða. Þetta ekki unnið á vegum borgari, þetta einmitt dæmi það sem verið að kaupa þjónustu út í bæ, eða ekki? Jú, en náttúrulega borginni ber ábyrgð á verkefninu. Annað verkefni Grandaborg, leikskóli í Grandaborg. Það búið að vera vandamál síðan september.
Jú, en sko, auðvitað það þannig að meðan við erum í EES og meðan við erum með lögum opinber innkaup og útboð og þess að þá hefur sveitarfélagi eins og Reykjavíkurborg skildur. Það bara lagaskylda. Má ekki byggja sjálft. Það verður að bjóða verkefni út og ég tel mjög mikilvægt að finna leiðir, praktíska leiðir, þannig að borgin geti keypt þjónustu af traustum verktökum að sé ekki þannig að það sé að vera að eiga í viðskiptum við verktaka sem eru ólíklega til þess að standa sig. Þannig að það sé ekki bara alltaf verðið sem að ráði för við val á verktaka. Hér þarf þá að endurhugsa útboðsmálin. Vegna þess að svo bara annað dæmi ótrúlegt verkefni sem það mjög fallegu leikskóli í Árbæ sem að þurfti að loka, sem heitir Árborg. Það er bygging þar, alveg við Elliðavatnið, það var yndislegur staður til þess að vera með leikskóla. Það er búið að vera að loka síðan í október 2022 og það er ennþá framkvæmdir í gangi og sko þetta hefur svo mikil áhrif á starfsfólk, á aðstandendur barna og á börnin sjálf að þú veist þetta er algjörlega óviðunandi að þetta sé framkvæmdatíminn og að það sé ekki líka. Svo það náttúrulega þá annað sem er mjög mikilvægt. Sko vegna þess að ég persónulega hef mikinn áhuga á húsbyggingum og fasteignamálum. Þú veist, ég er þannig menntaður og ég er þannig reynslu að þetta er eitthvað sem að vekur mikinn áhuga. Þetta er bara praktískt verkefni sveitarstjórnar og það er að sinna viðhaldi, fjárfesta í viðhaldi, koma í veg fyrir þú vegna þess alveg sem þú ert að reka bíl að þú verður að geta þú verður að fjárfesta í ökutækinu til þess að koma í veg fyrir að hann sé alltaf að bila og það er alveg að sama sko. En það ekki freistnivandi sveitarfélagana alveg eins og ríkisins að fresta viðhaldi vegna þess að það er alltaf krafa að ná endum saman og draga ekki úr þjónustunni og alls ekki hækka skatta, helst að lækka og þess vegna spara menn í viðhaldinu og fá það síðan í hausinn. Er þetta ekki afleiðing af nýfrjálshyggjutímanum svo kallað? Sko, mér finnst, ég er svona praktísku stjórnmálamaður. Ég nenni ekki að vera að tala alltaf í einhverjum svona kenningum, sósíalisma, kommunisma, þú veist, hægri eða kapitalisma eða hvað það er. Ég er fyrst og fremst sko sveitarstjórnarmaður sem vil beita bara heilbrigðisskynsemi, heilbrigðir í forgangsröðun til þess að geta beitt að nota aðferðafræði til þess að veita góða og framúrskarandi þjónustu við fólki sem við erum að þjóna. Fólk, fyrirtæki og félagasamtök. En ég nefndi þetta vegna þess að það er vitað að það eru sum verkefni sem að skora ekkert hátt hjá kjósutum, eins og viðhald. Ingibjörg Sólrún tók náttúrulega dæmi af því að stærsta verkefni sem hún hefði staðið í að framkvæma var frárenslismál. Enginn hefði þakkað henni fyrir það, vegna þess að það eru bara sjást ekki. Já, ég get alveg það er alveg rétt, sko almennt séð þetta þannig í pólitík og það eru margir sem hafa mikinn áhuga á frasapólitík og blaðra endalaust falleg orð og sjálfbærni og ég veit ekki hvað og hvað, grænu skófluna, græna planið og ég veit ekki hvað og hvað og hvað. Ég er ekki þannig stjórnmálamaður. Ég er ekki þannig. Ég er bara svona kannski einhverju leiti bara gamaldags náungi að því leiti að ég vil bara hlutinni virki og þetta sé einfalt og sem sagt varðandi þessa framkvæmdir og allt þetta þá bara skiptir þetta svo rosalega miklu máli fyrir fjármál borgarinnar. Þú veist eins og þetta verkefni í Árbæ, það er komið upp í 300-400 milljónir eða meira, ég veit ekki hvað fjárhæðin er, hvað áhrif hefur þetta á fólk sem er núna, þetta er í Selárskóla, þú veist, erfiðleikarnir sem að stjórnendur eru þar, þetta er bara eitt lítið dæmi, ég geti nefnt ég geti farið í fullta leikskólum hringinn í kringum borgina. Á meðan er verið að leggja áherslu á að, eins og til þess að þessu kjörtímabili, að fjárfesta í nýjum torgum. Og meðan að fjármálin eru þannig að þú ert að borga há gjöld til fjármagnseiganda í formi vaxta og afborgana, mjög há,
Þetta er orðin þriðji stærsti liðurinn í A-hluta borgarsjóðs. Það eru að borga vexti og afborgunum á lánum. Það eru mjög háir vexti núna, ástæður verða enn verra út af vaxtastefnu Seðlabankans. Já, það eru margvíslegar ástæður fyrir þeirri vaxtastefnu en það sem ég er að tala hækka og þá er þetta hækka útgjöldin. Ég veit að þetta er ekki bara út af auknum skuldum. Ég veit að ég átta mig alveg á að fólk sem er í stjórnmálum það vill rétt fyrir kosningar klippa borða, opna nýtt húsnæði, opna nýja starfsemi og vera fínt og flott og allir, já, við erum að gera stórkostlega hluti. Ég skil það mjög vel. Ég bara segi við kjósendur, ég er ekki svona. Ég er ekki svona. Það er ekki ég. Vegna þess að mér finnst fráleitt að til dæmis að Reykjavíkurborg er með stefnu sem heitir Brúum bilið. Það sem er í raun og veru fjárfestingarhópur. Það sem hugmyndin er að finna leið til þess að fjárfesta í nýju leikskólahúsnæði. Og það er kannski, þetta er búið að vera margra ára verkefni og það er kannski verið að koma með skammtímalausnir og svona bragga eða þá að fjárfesta í nýjum deildum og nýju húsnæði. Og þetta kostar mjög mikið fé. Á sama tíma er kannski í sama hverfi eldra leikskólahúsnæði sem er að grotna niður. Og fólki sem er að sjá viðhaldið, það er ekkert að tala við þá sem er að sjá fjárfestingarhlutan og vegna þess að aðalatriði við verkefnið, hvort sem þú ert að horfa viðhaldshlutan og fjárfestingarhlutan, það er að tryggja það að húsnæði sé heilbrigt og að tryggja nægilega mörg leikskólapláss. Það eru leikskólaplássin sem að skipta töluveru máli. Þannig að þið finnst það eiginlega vanti bara betri framkvæmdastjóra yfir borgina? Að sjálfsögðu. En hver er framkvæmdastjórinn í borginni? Það er náttúrulega borgarstjóri. Það er ekki alveg beint þannig var það í gamla daga. Núna eru sviðin meira minna sjálfstæð. Þannig það er ekki þannig að þegar borgarstjóri kallar saman framkvæmdastjórana að hann sé formaður framkvæmdastjórnar eins og var þegar Davíð var borgarstjóri og fleira. Nú eru komin ráðin, þannig að sviðstjórarnir heyra undir viðkomandi ráð og heyra svolítið óbeint undir borgarstjóra. Já, það er bara lagalega og formlega er það ennþá þannig að borgarstjóri æðsti embættismaður Reykjavíkurborgar. Borgarráð er í raun og veru mikilvægasta ráð borgarinnar. Borgarráð getur tekið aðra ákvarðanir en eru teknar í fagráðum og borgarstjórn, það er að segja síðan er náttúrulega borgarstjórn formlega séð valda meira en borgarráð og borgarstjórn er með æðsta valdið en í raun og veru svona frá degi til dags hefur borgarráð ríkustu valdheimildirnar af þeim ráðum sem eru í borginni. Þannig að ég lít svo á að það er fullt svigrúm til þess að breyta stjórnkerfi borgarinnar, til þess að gera það skilvirkara, til þess að ná þeim markmiðum sem að er stefnt. Staðan er hins vegar svo að ég lít svo á að það er langtímaverkefni, það þarf að grípa til ráðstöfana mjög skjótt eftir kosningar til þess að búa til haginn þannig að þær fara að virka eftir 1-2 ár. En Helgi, þú lýsir þið sem svona framkvæmdamanni sem vill bara láta hlutina ganga. Hvaða máli skiptir það fyrir því hvort þú sett í Sjálfstæðisflokknum eða Miðflokknum? Nú er það... Ætti ekki að vera pláss fyrir þig í báðum flokkum? Og Framsókn líka og ég veit ekki hvar eða ekki? Því ef það er ekki sjálfstæðisstefnan eða róttæk skynsemishyggja, þú ert ekki að hugsa svoleiðis frasapólitík eins og er í báðum flokkunum. En þú vilt bara ganga til verka og fleira. Af hverju ferð ekki að gera það í Sjálfstæðisflokknum en heldur þú fór að gera það í Miðflokknum? Já, þetta er mjög góð spurning. Ég studdi þess að þegar ég var bara krakki, þá komst ég að þeirri niðurstöðu að ég studdi grundvallaratriðum sjálfstæðisstefnuna með einstaklingsfrelsið en samt samfélagslega ábyrgð. Og þess vegna þegar ég ákvaða að hasla mig öll í pólitík 2022 þá var það rökréttast að ganga til liðs við Sjálfstæðisflokkinn og ég geng út frá ákveðnum gildum í því starfi
og ég tel að eftir sem að lið hefur á þetta kjörtímabil og ég meina, mér þykir mjög vænt Sjálfstæðisflokkinn og sögu hans og ég hef kynnst frábæru fólki þar. En sko, ég eftir því sem að lið hefur á, þá finnst mér, þá erum við líka kannski komin í ákveðin stærri mál sem eru meira kannski á landsvísu líka sem að lúta að afstöðinu okkar eins og gagnvart EES, gagnvart orkumálum og svo hefur mér, ég áður en ég fór í pólitík, þá var ég lögfræðingur og lögfræðingur að mennt og ég hef ekki verið hrifinn af það sem ég vil kalla pólitískan réttrúnað og mér hefur fundist margir svona forsvarsmenn Sjálfstæðisflokksins ganga til liðs við slíka pólitíska réttrúnaðarbylgju á meðan til dæmis að núverandi formaður Miðflokksins hefur oft tekið slaginn í slíkum erfum prinsippmálum og þau prinsippmál eru ekki ýkja kannski mikilvæg fyrir hagsmuni almennings eða þess þáttar en snúast ákveðin grundvallaratriði eins og réttláta málsmeðferð og að fólk eigi að hafa sanngjarnt tækifæri til þess að bera höfuð fyrir hönd sér eða hönd fyrir höfuð sér þannig að það sé hægt að skera úr ekki grundvelli einhvers konar móðusýki eða svona heldur að þetta sé bara sko sanngjarnt ég er móti því að vera að slaufa fólki ég vil að við erum lítið samfélag og ég hef alltaf haft trú á því En Sjálfstæðisflokkurinn hefur nú verið mjög duglur að slaufa fólki þeir eru bara ef þú varst vinstri sinnar í Reykjavík og fór ekki Kanada þá fyrst ekki lóð og þú veist ekki vinnu fyrst ekki sem vera yfirkennari en það sem að við erum að tala í mokkanum eru linnuleg skilabóðum að hverjum slaufað þann daginn sko. Þú veist svo koma inn í valdalausu og reyna að slaufa ykkur svona göllum með bindi og svona þá verður allt villast en þarna ertu þá að tala sko með svona koncept að fara að draga okkur inn í vók ég bara ekki hrifinn að því ég meina en þú sagði slaufun, ég bara benda á slaufun hefur verið notað sem valdatæki í pólitík og ekki síst af Sjálfstæðisflokknum sem hélt nú bara skýrslur stjórnmálaskoðanir fólks til þess einmitt að geta slaufa þeim sem höfðu óæskilegar skoðanir það er þín fullyrðing Þetta til dæmis í bók Gunnar Thoroddsen eftir Guðna T.H. Jóhannesson og ekki ætla við að fara efast að það sé rétt Ég er ekki fara að tala hér fortíðina Það sem ég er að tala hér að undanförnum árum þá er það mín skoðun að það eigi ekki að leyfa opinber réttarhöld af dómstóli götunnar og það eigi að taka ákvarðanir út frá því og ég tel að þeir sem eru með borgaraleg gildi að leiðarljósi að þeir eigi að standa í lappirnar og þau finnst að Sjálfstæðisflokkurinn ekki hafi staðið sig nógu vel í því Nei Sjálfstæðisflokkurinn hefur viljað svona rúma bæði ef að taka bara Brynjar Níelsson og Gísla Martein að þeir geti báði verið í Sjálfstæðisflokknum en þú vilt freka vera í miðflokknum þar sem að Gísli Marteinn myndi líklega aldrei una sér en Brynjar myndi kannski una sér aðalatriði hér að í þessum efnum þá finnst mér bara ekki sé hægt að semja hlutina Þú getur ekki fallist á að stytta af þjóðþekktum manni sem að dó fyrir, ég veit ekki hvað, mörgum áratugum að henni sé hóla niður í geymslu á grundvelli fullyrðingar sem eru ekki sannar að samkvæmt nokkrum meginreglum eða þá að einhver sé með einhverja skoðun út í samfélaginu, jafnvel þingmaður og hann tjái þær að það er þá að reyna í borgarstjórn að fara að skipta sér af slíkri þjóðfélagsumræðu. Mér finnst það bara ekki vera eðlilegt hlutverk borgarstjórnar. Borgarstjórn á fyrst og fremst að taka ákvarðanir sem eru praktískar fyrir líf borgarana. Það er að götunum séu hreinsaðar, að rekstur borgarinnar sé heilbrigður, að það sé vera að tryggja öll grunnþjónusta sé í lagi og að þetta sé ekki svona flókið. Við erum ekkert að reyna að innprenta eitthvað inn í fólk. Við erum fyrst og fremst að þjóna svona grunnþörfum samfélagsins. Þannig að ef það kemur einhver hópur fólks sem að segir við þig sem borgarfulltrúa að
Ég upplifi það hérna í borginni að við séum ekki velkomin hér og það hérna einhver svona slaufun í gangi þannig að við njótum ekki sama sannmælis og aðrir og séu alltaf vítt til hliðar og við viljum fá umræðu það til þess að borgi sé lífvænleg. Það skiptir jafn miklu máli og þú veist hvort að gatan sé 3 eða 4 akreinar og annað slíkt að við höfum svona aðgengi að borgarsamfélaginu þannig að það sé litið jaft af mikilli virðingu á mig eins og þig miðaldra hvítan kall með bindi. Þannig þú myndir ekki vilja taka upp svona umræðu inn í borgarpólitíkinni. Ég átta mikið alveg á hvað þú ert að fara því að sumt af þessu sem að þið kallið vók það eru réttita bara átt á þeirra hópa sem hafa staðið svona veikt í samfélaginu, ekki notið virðingar eða viðurkenningar, transfólk og eitthvað fleira sem heyrist þú vera að taka dæmi það að þú vilt ekki fá slíka umræðu á borð borgarstjórnar, heldur fyrst og fremst framkvæmdir og götur og annað slíkt og ég að spyrja þig hvort að það sem að segjum til dæmis transfólk upplifir að sé hindrun í sínu lífi til þess að njóta sín að fullu inn í borginni út af eingrónum fordómum og öðru slíku, jafnvel það sem hefur verið að kynda undir andúð gagnvart þeim, að þú vilt ekki fá slík mál, slíka pólitík inn á borð borgarstjórnar. Ég held að það sé alveg fyllilega eðlilegt hérna, innan vissra marka. Mér finnst mjög mikilvægt að hver og einn einstaklingur að hann finni sig í sínu persónulegu lífi og að hið opinbera eigi að haga umgjörð þannig að allir geti fundið bestu útgáfuna sjálfur sér. Og hérna þannig að það sé líka skynsamlegt að eiga samtal hluti af þessu tagi. Og þegar það samtal á þá oft gnýstir aðeins á milli og þannig bara pólitíkin, alveg eins og við verum að rífast brúna yfir hérna Fossvoginn. Já, eitthvað svoleiðis. Já, þannig það bara í pólitíkinni. Mér finnst það mjög mikilvægt að viðhorf mín gagnvart réttindum einstaklingsins eru óbreytt og að það sé mjög mikilvægt að einstaklingurinn hafi svigrúm og finna leiðir til þess að hann sé velkominn hvar sem og að hann upplifir sig frjálsan og það sé ég styð umburðarlyndi vegna þess að mér finnst bara fólk vera mjög ólíkt og ég hérna blessunarlega, eins og sumir segja. Já, og það bara mjög mikilvægt að umgjörð þá hluti sé í góðu lagi og en það svona, þetta líka oft spurningin hvað nær athygli fólks, þú veist, hvað skiptir máli eins og vegna þess að þú veist, svona hluti geta fengið mikið pláss í umræðin og svona en til dæmis að gamall leikskóli Vesturborg eða eitthvað slíkt hérna, hann bara ónýtur og það lokað eða þá einhver leikskóli hérna Gullborg við hliðina á að hann sé í miklum erfileikum og það fullt af fólki sem það að glíma við þetta eða einhver grunnskóli ég meina slíkir hlutir, praktískir hlutir fá oft ekki nema svona, þú veist, stuttan tíma í fjölmiðlum eða umræðu. Mér finnst þetta vera mjög mikilvægt og ég þeirra skoðunar að almennt varðandi mannréttindi og hérna umburðarlyndi og þess að það eigi að ríkja víðtæk pólitísk sátt og þetta sé ekki svona flókið og þannig að það er ólík sjónarmið, við getum hérna að tala þetta, þá kannski umræðan frá miðflokknum svona síðustu mánuði verið mikið innflytjendamál, svokölluð útlendingamál, þar sem að varaformaðurinn hefur haldið fram að það sé verið að skipta út þjóð hérna, að við hérna séum á mörkum þess að missa bara sjálfstæði okkar út af það allt og mikið af innflytjendum hérna. Þú nefndir hérna EES, hann nefndi það að líklega verður við að segja upp EES, það var nú eitthvað orðum blandi hvað hann raunverulega meinti. Hver er þín afstaða til þessa? Þegar ég tala svona mál sem að taka mikinn tíma, miðflokkurinn leggja mikla áherslu á þessi mál á meðan að kannski ekki verið að ræða grotnandi innviði á Íslandi. Já, þetta náttúrulega hluti af landsmálapólitíkinni en það sem ég var að tala EES-samningin í tengslu við vistaskipti mín að mér hefur fundist margt við framkvæmd EES-samningsins gera það verkum að það sé verið að innleiða reglur sem henta ekki hér á Íslandi
sem eru fyrst og fremst þá kannski stórfyrirtækja en ekki lítilla og smárra atvinnurekanda eða jafnvel meðalstóra atvinnurekanda og að það sé nauðsynlegt að umræða þessa hluti innan flokks eins og Sjálfstæðisflokksins og hún sé heilbrigð og það sé ekki vera að henda þau út á borðinu að hér þurfa að hugsa hlutinu upp á nýtt og þetta svona mitt almenna viðhorf. Varðandi hins vegar sem sagt málefni varðar löggjöf sem sagt útlendinga, sem sagt lögin heita lög útlendinga sem þá málefni á landsvísu að sko mín afstaða í nokkur ár hefur legið nokkurn veginn fyrir að ég tel að Ísland, íslensk utanríkispólitík og íslensk löggjöf að þessu leyti eigi að taka mið af hvernig löggjöf nágrannaríki okkar til dæmis Danmerkur. Lögin alltaf það svona ólík sko. Jú, en að grundvallaratriðin hvort sem að Danmörk eða Noregur eða bara vegna þess að löggjöfin fyrir nokkrum árum og mjög lengi eftir að lögin voru sett 2016 það voru alls konar hólur í löggjöfinni, þekki það ég hef þurft að vinna með þá löggjöf sem að var ekki annars staðar. Stærsti munurinn var að íslensk stjórnvöld buðu fólki frá Venezuela hingað sem að ekki engin önnur stjórnvöld í nágrannlöndum okkur gerði. Já, en það eru fleiri tæknilegir þættir sem ekki ástæða til að fara yfir hér. En það sem að mesti fjöldin kom var út af því. Já, við skulum, ég ekki að fara að ræða útlendingalög, ég fyrst og fremst í borgarmálunum, en það sem ég vildi bara segja að mér finnst vera mikilvægt að aðgreina tvo hluti. Í fyrsta lagi að það sé allt í lagi að hafa gott vald á landamærunum, við erum eyja og það ekkert að því að hafa skýra löggjöf og skýra framkvæmd á þeirri löggjöf hverjir eru að koma hérna og hverjir hafi heimild til að dveljast hér í lengri tíma. Myndirðu segja að svo hefði ekki verið að við höfum ekki haft stjórn á landamærunum? Ekki nægilega mikið að mínu mati, það mín skoðun. Svo það hins vegar líka mín skoðun og þú veist, ég bara tel mér vera það með mikla lífsreynslu, ég meina ég til dæmis bjó í Tékklandi, ég á fyrrverandi konu mín tékknesk og hún hefur búið hér í meira en 20 ár, 25 ár, 26 ár og ég veit alveg hvernig það að koma sér inn í Íslands samfélag, læra tungumál og svo framvegis. En ég vil gjarnan að hið opinbera komi að því að búa til umgjörð til þess að menningarheimarnir mætast og að sé fjárfest í fólki. Ég vil að peningar fari í að fjárfesta í fólki sem kemur hingað og hefur heimild til að vera hér til lengri tíma. Þannig að sko að því leyti finnst mér að stefnan að vera umburðarlynd og skynsum og að sé verið að horfa á fólk sem hingað kemur sem mannu sem að getur nýst vel og við hefum að bera virðingu fyrir öllum eins og þeir koma. Erðu aðdragandi þessar ákvörðunar því að þú sagðir áðan eitthvað í svona veruna miðflokkurinn í borginni eins og það væri eitthvað vitað hvað það væri því það sömuleyti fyrir okkur sem stöndum fyrir utan þetta við vitum ekki alveg þú veist hvað áherslur verða lagðar eða það hljómaður svona eins og þú hefur átt samtal við miðflokkinn það hvernig ætti að móta erindi miðflokksins í komandi borgarstjórnarkosningum. Já, það er ekki þannig að þú bara segir upp í Sjálfstæðisflokknum og bankar svo á miðflokknum, þú lítur að vera rætt við þá Jú, ég hef átt samtöl við forystumenn miðflokksins árum þessi ákvörðun var tekin. Það hefur, það er náttúrulega líka þannig að miðflokkurinn með stefnumál sem hægt að kynna sér á heimasíðu flokksins og það hægt að þá sjá fyrir hverju helstu áherslur eins og í skipulagsmálum, í samgöngumálum og í ýmsum öðrum málaflokkum og ég hef ekki býtu séð að í öllum aðalatriðum þegar kemur á Reykjavík að þá sé málefnaleg samstaða milli þess sem að mín viðhorf eru vegna ein ástæðan fyrir því að ég fer í borgarpólitíkina fyrir 4 árum sín mín á skipulags og samgöngumál. Ég var alveg heiðarlegur með það í aðdraganda prófkjör Sjálfstæðisflokksins 2022 að ég hefði miklar efasemdir þetta verkefni sem að borgarlínu væri og samgöngusáttmáli höfuðborgarsvæðisins og ég teldi að það væri bæði mjög dýrt að koma kerfinu á í fyrsta lagi og öðru lagi að reka það og ekkert á þessu kjörtímabili
hefur breytt þessum grundvallaratriðum í samanburði við. Það eru margir sérfræðingar sem hafa ritað hérna, sem umferðarsérfræðingar, sem að hafa ritað og bent á ágallana á þessari vegferð og að aðra lausnir séu mögulegar. Og þannig að ég get ekki betur séð en að það sem mér hefur fundist að sko Sjálfstæðisflokkurinn var í ríkisstjórn og átti þátt í að koma samgöngusáttmálanum á 2019 Ég heldur flesta bæjarstjórana líka sem skrifuðu undir og líka 2024. Ég held að vera 8 af 10 sem skrifuðu undir hafi verið Sjálfstæðismenn. Það var bara Dagur sem var hérna og Sigurður Ingi sem voru ekki Sjálfstæðismenn. Það kom Sjálfstæðismenn frá Hafnarfirði, Kópavogi. Katrín Jakobsdóttir var líka hún skrifaði undir líka. En 2019. Þú veist hvað að vísa til, það kom frá Seltjarnarnesi, Hafnarfirði, Kópavogi, komum Sjálfstæðismenn. Þetta var stæðstum leyti verk Sjálfstæðisflokksins. Já, en Sjálfstæðisflokkurinn í Reykjavík 2019 í borgarstjórn greiddi atkvæði gegn samþykkt samgöngusáttmála. Það var mjög skrítið vegna þess að voru meira minna Sjálfstæðismenn sem að gerðu sáttmála. Já, en hagsmunir Reykvíkinga í þessum sáttmála eru aðrir en hagsmunir eins og til dæmis Kópavogs og Garðabæjar og Hafnarfjarðar. Ástæðan fyrir því svo að reykvíski skattgreiðendur bera á því að Reykjavík fjölmennasta sveitarfélagið. Ef þú horfir líka á þetta sem hlutfall af landsmálunum í heild þá eru Reykvíkingar líka langt flestir þannig að ef að það að aukast eitthvað skuldir eða það sé farið óhagkvæmt opinbert verkefni af þessari stærðargráðu og ríki ber ábyrgð á því þá mun það líka lenda á reykvískum skattgreiðendum hlutfallslega meira en af öðrum og ég tel bara að hérna í Reykjavík þá hefur verið mikil þéttingastefna, það hefur verið að þétta byggð mjög mikið við stofnbrautir, það hefur verið að fækka mikið bílastæðum við fjölbýlishús og grunnhugmyndin að ég tel hefur verið svo að hægt og sígandi að þá eigi að koma þetta strætókerfi, að koma nýtt strætókerfi sem að eigi þá að þjóna fólkinu sem að býr í þessum fjölbýlishúsum, alveg við stofnbrautirnar. Ég bara tel að það séu þessi sem sagt skipulagsstefna og þessi samgöngustefna með allt landið sem að Reykjavík hefur yfir að ráða að þetta sé óskynsamlegt. Það mín skoðun. Nota landið í vegi og bílastæði? Það bara með við hvar við erum, með við veðurfar hér, með við hvað við vitum eftirspurn eftir almenningssamgöngum. Þannig að það mjög mikilvægt líka átt að sjá því að það ágreiningslaust að fjárfesta og bæta þar almenningssamgöngur. Spurningin bara hvernig að gera og hversu mikið má það kosta. Og varðandi uppsetningun á borgarlínu verkefninu, þá tel ég það bara að vera of dýrt með aðra valkosti og of dýrt í rekstri. En að þú talar gegn þessu, segjum að við ímyndum okkur við ferðum heiminn, færum til Parísar og London og Kaupmannahafnar, San Francisco og Mílanó og guðmáta hvert ekki og spyrðum fólk hérna fjárfestinguna sem að þar var lagt í almenningssamgöngur. Það engin sem myndi segja við okkur að þið sjá eftir þessum peningum. Ég alveg sammála því, en aðstæður þar, bæði sögulega, veðurfarslega og hvar við erum hérna nattrænt, eru bara allt aðrar og það líka allt öðruvísi í dag á 21. öld þegar þú ert búin að byggja hérna, og reisa hverfi út og suður og búin að búa til og nota landið Bílaborg, búin að smíða Bílaborg og það bara mjög kostnaðarsamt og dýrt og flókið að breyta þessu. En þú þekkir það að menn einmitt út allan heim eru að snúa ofan af því, það sem eru svona bílaborgir, það sem eru verið að taka umferðarmannvirki og breyta þeim, fyrir að breyta þeim í garða og hvað eina þannig að það mjög víða sem að menn eru að snúa ofan af þessu vegna þess að þú þekkir þá kenningu að þegar þú þóttu myndi bæta við 8. akreininni á Miklubrautinni að þá var ég samt 5 korter á leiðinu upp í heim upp í Grafarvog.
Já, þú veist, þessi tesa þú veist, hana ágreiningur sko meðal sérfræðinga við skulum ekki fara að festast í einhverja svona tæknilega hluti. Það verður að gera eitthvað. Ég er sammála því. Það ekki bara að fjölga akreinum og bílastæðum. Ég er sammála því. Það fjölgar ekki 60 bílum á viku. Ég er sammála því. Ég er sammála því. Túristandir koma hérna á bílalegu bílunum sínum frá Keflavík. Ég er sammála því. Það eru hópur sérfræðinga sem að á sínum tíma samgöngu fyrir alla sem að voru að leggja fram tillögur og hugmyndir hvernig ætti að leysa úr þessu sem að myndi kosta minna vegna þess að ég geri mig grein fyrir því að út af þessu verkefni þá eru komnir svo miklir hagsmunir hjá sérfræðingum, verkfræðistofum, arkitektum, bara ótrúlega mörgum aðilum og fólk alltaf að segja sig að það er orðið seint að hætta við. Það er orðið seint að hætta við. Það breytir því sem sagt ekki að þegar ég lýsti yfir að ég býði mig fram í prófkjöri Sjálfstæðisflokksins í febrúar 2022 þá sagði ég að þetta væri stórt mál fyrir mig og hver mín skoðun væri. Sú skoðun í grundvallaratriðum hefur ekki breyst. Ég hef mjög miklar áhyggjur af þessu verkefni, hver kostnaðurinn og í ljósi líka bara frekar upplýsingar afleiðingar af þessari þéttingarstefnu sem meðal annars gerir það verkum að vegna þess að hvað við höfum takmarkað aðgang að ljósi, hvað sólin lágt á lofti, langt yfir, að þéttingin, sálfræðilega áhrifin að þétta svona mikið önnur en ef þú ert til dæmis í stórborg eins og Kaupmannahöfn eða þeim borgum sem þú varst að nefna áðan. Við erum samtals, við erum bara smábær í raun og veru. Ísland í heild og Reykjavík og höfuðborgarsvæðið, þetta í raun og veru smábær ef þú hugsar það þannig. Þú veist, ef þú verður í Bandaríkjunum. Viltu geta sér borg? Það er að halda þessu sem smábæ. Nei, en sko þá komum við að öðru sem að mér finnst þeirra persónulega verið mikilvægt að íhuga að það er búið að leyfa þróun byggðar í vesturhluta borgarinnar sjúkrahús, háskóla og það er verið að stækka vesturhluta borgarinnar enn meira og það er verið að segja við fólk þú verður alltaf að fara í vesturhluta borgarinnar til þess að sækja vissa þjónustu. Það getur við skólar, sjúkrahús og svo framvegis. Og það gerir það verkum að fólk hvaðna úr höfuðborgarsvæðinu á mótni til fast í umferðina því að það er svo margir sem að fara vestur. Og svo í lok dags svo margir að fara austur. Og ég tel að það hefði verið skynsamlegra íhuga en það er mörguleiti og seint í rassinn gripið en marga af þessum þjónustustofnunum og þessari starfsemi hún hefði þurft að fara annað og vera bara meira út í hverfunum við sem að búum vestur frá, við þurfum ofta að fara til einhvers sérfræðings upp í Norðurlingaholti. Já, en bara út af þessum vistaskiptum út af þessum vistaskiptum Tryggingastofnun komin í Kópavog. Já, en bara út af þessum vistaskiptum mínum úr Sjálfstæðisflokknum í Miðflokknum og þá hef ég verið alveg skýr að þetta sé stórt mál fyrir mig, málefnalega. Það eru skiptar skoðanir það innan Sjálfstæðisflokksins í reynd. Ég hef talið að núverandi oddviti borgarstjórn Sjálfstæðisflokksins svona í sögulegu samhengi hafi stutt samgöngusáttmálann og það er margt gott í samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins, ég vil taka það líka fram en þetta bara málefnalegur ágreiningur eða ólíkar áherslur og mér finnst miðflokkurinn vera skýrari í þessu máli. Ég ætla að spyrja um Hildi því að það var farið svo leið í Sjálfstæðisflokknum að vera með leiðtogaprófkjör sem að síðan fór ekki fram því að það var bara einnig frambúði og síðan var hugmyndin að yrði raðað í næstu sæti hljómaði eins og þetta gera það svona í samvinnu við leiðtogann af því að það hefur verið vandi við Sjálfstæðisflokkinn í borginni, hann var svolítið tvístraður hópur og var ekki svona samhent lið. Það er svona umræðan sem að hékk í kringum hvernig var í staðið að vali á lista. Nú ert þú ekki í svona tím Hildur, þannig að var ekki alveg ljóst að þegar Hildur í leiðtogi að þú myndir ekki fá mikið framgang á lista Sjálfstæðisflokksins í næstu kosningum, þannig ert þú ekki bara
svipað og Sigríður Andersen sem að fekk ekki framgang í prófkjöri Sjálfstæðisflokksins fyrir í Miðflokkinn. Jakob Frímann sem að fekk ekki framgang í úthlutun Ingu Sælands á þingsætum, hann fór yfir í Miðflokkinn. Er þetta ekki líka bara persónulegt að það sé klókara fyrir þig að freista gæfunar í Miðflokknum en í Sjálfstæðisflokknum sem er kannski augljóst að þú myndi ekki fá mikið framgang, ekki meina Hildur er í forystu? Jú, það eru örugglega mjög réttmætt að reyna að stilla hlutunum svona upp. Ég vil hins vegar taka fram að ég tel að Hildur Björnsdóttir hafi margt til sem mjög frambærilegur stjórnmálamaður. Hún er mjög greind, hún er mjög skipulögð og mjög vinnusöm og hún hefur margt til brunns að bera sem manneskja í stjórnmálum. Þannig að, þú veist, ég taldi það aðalatriði varðandi leiðtogann hins vegar er að áherslur, þetta snýst málefnalegar áherslur, að ég hefði talið miklu heppilegra fyrir Sjálfstæðisflokkinn að það hefði í raun og veru átt sér stað einhvers konar uppgjör við þetta kjörtímabil og það hefði verið þá skýra fyrir hvað leiðtogi myndi standa. Guðlaugur Þór eyðilagði það eiginlega með því að voma yfir þessu. Já, ég tel að það hafi verið mjög óheppilegt vegna þess að Hefði þú farið í leiðtogakjör ef hann hefði sagt bara í september hann ætlaði ekki að fara í þetta? Það hefði alveg komið til greina vegna þess að það hefði alveg komið til greina minni hálfu eða annar vegna þess að mér finnst vera mikilvægt og mér hefur fundist það vera svona, hvað maður að segja, DNA Sjálfstæðisflokksins, að það er samkeppni hugmyndir og samkeppni fólk og það sé bara eðlilegt að útkljá ágreiningsefni með slíkum hætti með því að það sé einhvers konar prófkjör. Og svo sé sátt niðurstöðun og eftir, Sjálfstæðisflokk hafa stært sig að því, en núna sita þeir með formannskjör sem að virðist ekki vera sátt í flokknum Ég taldi vegna þess að ég hef það er bara mjög eðlilegt að þegar flokkurinn er að mæla svona hátt að Hildur sem leiðtogi segir bara ég vil halda áfram, sem er bara fyllilega málefnulega eðlilegt og mér finnst líka framganga og framkoma hennar á opinberu vettvangi og hún hafi tekið framförum og hún er á mörgu leyti bara traustur, vaxandi, þannig að ég hef enga þörfa að fara að eitthvað að kljást við hana í kjölfar þessara viðskipta, engan hátt. Það er hins vegar þannig að í sögulega svona stórum flokki eins og Sjálfstæðisflokknum og líka í borginni að það eru mismunandi skoðanir ákveðin grundvallaratriði. Við erum búin að fara yfir samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins og borgarlínuna og hvernig fólk mun síðan raun og veru leysa úr því verkefni sama hvað kannski grasrót flokksins segir. Að það hefði verið þá heppilegt að það hefði verið hægt að útkljá þessa hluti í prófkjöri. Það er hins vegar ljóst. Þess að mæla styrkleika ólíkra svona áherslna. Og þú veist, ég tel, það vita það allir að Guðlaugur Þór er búin að vera lengi forystumæður í Reykjavík og hefur mjög sterkt bakland. Í Grái. Ekki bara þar, heldur mjög víða annars staðar, en mjög víða annars staðar einnig og innan Sjálfstæðisflokksins og ég ber mikla virðingu fyrir hans framlagi í þágu sjálfstæðisstefnunar og ber mikla virðingu fyrir honum sem stjórnmálamanni. Ég tel hins vegar að það var óheppilegt hvernig hann hélt á málum að þessu leyti og mikil vonbrigði að hann skuli segja, bara að gefa til kynna og þú veist að allir sé að fá það á tilfinninguna að hann fari fram og svo hætta við sama morgun og framboðsfrestur að renna út. Mér finnst ekki vera góður bragur á þessu og svo var það líka þannig. Heldur að þetta hefði verið plan hjá honum að gera þetta svona? Ég veit það ekki, ég ætla ekki að vera með getgátur það hér og nú. Ég var frammi að því ég held ég alltaf fram að myndi ekki fara fram. Og hann rifst mig og sagði að hann ætlaði vísla frá honum. Já, það er samt að líka tvekja, ég veit ekkert það, en útkoman að þessu leyti fyrir mér var óviðunandi. Og ekki góð fyrir flokkinn.
ég teldi, það sem gerðist síðan líka í kjölfæri svona kannski meira tæknilega að það átt að kjósa 8 manns í kjörnefnd af 15. En má ég aðeins skjóta inn að þjóta að segja þetta, að því hann, Guðlaugur Þór, hann sagðist að dregið tilbaka til þess að yrði sátt í flokknum, sem akkúrat þvert af það sem þú ert að segja að hefði verið gott fyrir flokkin að ná einhverju svona kosningu á milli svona ólíkra áherslna. Mér fannst það, sem sagt, hvað maður að segja, það framlag það upplegg bæði að hálfu Guðlaugs Þórs Þórðarssonar og hins vegar formann Sjálfstæðisflokksins Guðrúnar Hafsteinsdóttur vera mjög furðuleg sín á En má það ekki vera á þessu tíma að þá sé það bara of erfitt fyrir Sjálfstæðisflokkinn, hann stendur mjög veikt, hann hérna annars vegar flæðir fólk og kjósendur yfir til Miðflokksins og að sumuleyti til Viðreisnar hinum megin, hann í mjög veikri stöðu og ef hann fer í svona átök á milli Miðflokksmanna eins og þín og kannski Viðreisnarmanna eins og Hildar, svona í allri einföldun, að það sé bara flokkurinn þolir það ekki. Þá verður kannski bara komið með henni 9% á landsvísu og klofin lista og það var kosið á milli formanna núna í febrúar og það eins og flokkurinn hann bara jafnar sig ekki á þessu. Það ekki eins og að var goðsögnin í Sjálfstæðisflokknum að við deilum menn og málefni og svo þegar sættum okkur niðurstun og stöndum samhent á bakvið þá sem að flokkurinn velur. Það hefur ekki gerst í Sjálfstæðisflokknum eftir formannsskjörið. Já, þetta eru tilgátur sem má alveg ræða en svona bara praktist séð frá mínu bæjardyrum séð þá tel ég að sko, ég þekki sögu Sjálfstæðisflokksins mjög vel líka áður en ég fór í pólitík og flokkurinn með ákveðið svona DNA og mér fannst það að sumuleyti vera sérstakt að hafa leiðtogaprófkjör en ég hafi þó skilning á því. Það sem mér finnst vera gjörsamlega eða furðulegt bara að gefa undir fótinn svona lengi að svona sterkur stjórnmálamaður vegna þess að það augljóst. Segjum til dæmis að ég færi fram eða Kjartan Magnússon eða einhver annar úr grasrótinni eitthvað svoleiðis bara til þess að það sé kosning og Guðlaugur Þór færi einni fram að þú veist það væri bara algjörlega pointless eða það væri alveg tilgangslaust vegna þess að staða hans það sterk og þá þyrfti viðkomandi alltaf að draga sitt framboð tilbaka skilurðu, og hver væri staða þess þá? Hver væri staða þess þá? Það sem að þegar varðandi líka lýðræðið innan flokksins, vegna þess að flokkurinn lýðræðisflokkur eins og ég hef skilið hann, Sjálfstæðisflokkurinn. Og það líka sem sagt mikilvægt þá að þegar það búið að ákveða að hafa svona uppstillingu, að þá var alveg fullt af fólki sem bauð sig fram til þess að vera í kjörnefnd, það átti að vera kosning 8 manns. En svo fer af stað alls konar hlutir, þannig að fólk hættir við í unnverspum að bjóða sig fram og svo eru bara 8 sem eru samþykktir. Og mér fannst ekki vera góður bragur á því heldur. Og þá hugsa ég vegna þess að þetta ekki, þú veist, það ekki nýtt, það ekki ný hugsun hjá mér í ljósi þess hvernig Sjálfstæðisflokkurinn hefur haldið á sínum málum í mörgum mikilvægum málefnum. Á ég heima hérna og þá maður ekki að hugsa bara að hugsa til einhvers skams tíma maður ekki bara að hugsa allavega ég vegna þess að ég búin að vera stuðningsmaður sjálfstæðisstefnunnar hérna gömlu góðu sjálfstæðisstefnu meðal annars stétt með stétt og að við búum til þá ásýnd að við sem að berjast með ákveðnum hætti svo að allir njóti góðs af stefnunni líka þeir sem að lægst hafa tekjurnar og líka þeir sem að eiga erfitt í þjóðfélaginu þannig að við séum líka með þá ásýnd að við séum að vinna í þágu allra landsmanna eða borgarbúa og svo framvegis að stefnan sé það skynsöm að hún þjóni líka manneskinu sem að vinnur á kassa í stórmarkaði eða eitthvað slíkt. Ég fæði kannski seinna til þess að tala sögu Sjálfstæðisflokksins og hvenær hann fór svona út af. En allavega ég kom inn í miðflokkinn og ég finnst það bara mjög spennandi og skemmtilegt. Þú talaði við á áður en að það gerði. Gerður kröfu það að þú múti leiða listan?
Nei, það kom ekki til tals, nei. Ræddur ekki svona hvar þú myndir lenda á lista? Jú, það hafa verið umræður það, en það ekkert sem að, það eru sérstök nefnd í gangi hjá Miðflokknum. Það er ekki bara Björn Ingi sem átt að finna leiðtogann? Það var sagt í einhverju fréttum, sko. Svo hann er búin að vera í fréttum að segja að hann sé ennþá að leita. Já, ég meina það er bara ferli sem í gangi. Það eru 2 dagar síðan ég gekk í Miðflokkinn. Ég þekki... En þú vilt halda áfram í borgarstjórn? Ég hef áhuga á því, vegna þess að ég hef mikinn áhuga á því að vinna að því að koma samfylkingunni og fylginöttum þess flokks út úr meirihluta í borgarstjórn og breyta hvernig Reykjavíkurborg er stýrt. Ég brenn fyrir borgarmálunum. Mér finnst gaman að vera sveitarstjórnarmaður, ég er stoltur af því. Það var ekki endilega þannig fyrst þegar ég var að byrja að afskipti af pólitík, af því að margir sögðu mig þú átt að fara í landsmálun helgi. En ég finn það bara eftir að hafa unnið og kynnt mér Reykjavíkurborg og hvað borgin er að gera og hvernig æðakerfi borgarinnar, að ég finna að ég hef ástríðu fyrir þessu. Mér finnst þetta skemmtilegt, mér finnst þetta áhugavert og ég vil leggja mitt af mörkum til þess að gera borgina betri. Og ég tel það vera algjörlega hægt að gera það undir formerkjum Miðflokksins og það er bara skemmtilegt og spennandi. Og Miðflokkurinn er að koma út líka á landsvísu mjög vel út. Ég meina, það var skoðanakönnun í gær þar sem hann er 22? Já, nálgast 23%. Nei, 22,2. Eitthvað svoleiðis, en allavega, ég meina það er rúmlega 22. Já, þannig að hann er að tvöfalda fylgi sitt samkvæmt þessu, en ég líka er þannig stjórnmálum að ég er ekkert alltaf að horfa á skoðanakannanir, má ekki láta það trufla sig. Ég reyni að nálgast málin hlutlægt og efnislega, helst málefnalega, vegna þess að ég finn það bara í mínu innra kjarna að ég vil gjarnan halda áfram að gera gagn fyrir borgina, fyrir borgarbúa og að reyna að koma á heilbrigðari forgangsröðun og meiri skynsemi við stjórn þessa mikla fyrirtæki sem borgin er. Ef þú ætlar að koma samfylkingunni frá, þá verður að gera það með Sjálfstæðisflokknum. Það er eiginlega óhugsandi. Það er að vera einhverjar stórkostlegar hamfarir sem að verða til þess að báðir flokkar séu utan meirihluta. Þannig að þú getur ekki gert það nema með Sjálfstæðisflokknum og öllum líkindum þarf að fá eitt flokk með þér. Hvort má bjóða þér Viðreisn eða Framsókn? Ég held að það færi bara alltaf eftir málefnunum. Við þekkjum þessar flokkar, við veitum alveg hvað málefnið er. Já, ég held að færi líka... Viðreisn svolítið Kaffi Vest? Já, ég held að, þú veist, það er margt mjög gott fólk. Ég meina, ég hef átt gott samstarf við Þórdísi Lóu og Jóhönnu Dýrunni og þú veist, það er gott fólk í öllum flokkum. Mér finnst hins vegar að Samfylkingin hefur verið burðarafl við stjórn Reykjavíkurborgar mjög lengi og það sé nauðsynlegt að koma þeim flokki út úr ráðhúsinu í meirihluta. Það er mín allavega skýra afstaða. Það er mín skoðun, persónulega skoðun. Og hverjir getur síðan unnið saman í meirihluta, það er bara eftir að koma í ljós, en ég hef ekkert á móti því að vinna með mínum gamla flokki í meirihluta samstarfi og þá Miðflokksins og þá eftir attökum í samstarfi við aðra. Það kemur þá bara í ljós. Það fer eftir hvað kemur upp úr kjörkursunum. Það kemur allt í ljós. Takk fyrir að koma á þessum tímamótum í þínum pólitíska ferli. Takk fyrir. Við ætlum að halda áfram hérna við Rauðabrauð, við erum alltaf að reyna að skilja fólk og samfélagið og heiminn. Næsti kafli er eftir augnablik. Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.